Mottumars orðinn fastur liður, en Krabbameinsfélag Íslands kom þessu árverkni og fjáröflunar átaki af stað til þess að vekja athygli á krabbameini hjá körlum. Við fórum að heimsækja Káon, Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis, en þar var margt manninn og sokkana og svo heppilega vildi til að það var bolludagur. Katrín og Regína eru drifkraftar í félaginu og upplagt að spjalla við þær nýju Mottumarssokkana og viðburði mánaðarins. Mottumars fór allt í gang helgina, Mottumarslagið og við alveg tókum eftir því. Þetta tók mikinn kipp. Það var allir að senda okkur skilaboð og biðja okkur að taka frá sokka en þeir fást bæði hér og út í búð og á netinu. 14. mars verður málþing í Hofi sem tengist Mottumars. Getur þú sagt mér það? Það verður bara þrjusufjör. Við erum búin að leggja mikið upp úr þessu, við erum búin að skipuleggja þetta síðan vel fyrir jól og þarna erum við bara að reyna að ná til karlmennina. Við viljum að þeir komi og átti sig á því að það er bara allt í lagi að tjá sig, það er gott að tala veikindin og styðja við hvern annan. Við erum þarna með karlakórin og handlar að syngja Mottumarslögin okkar og fleira og svo erum við með flotta fyrirlesara, krabbameinslæknir sem verður fundastjóri. Og það er þvagfæraskurðlæknir og það er sálfræðingur og það er doktor og alls konar. Þetta verður mjög flott fræðilegt. Svo er náttúrulega skagfirðingur sem ætlar að segja reynslusögu. Herferðir fyrir Mottumars hafa verið öflugar síðustu ár. Finnið meira fyrir því að karlmenn séu að sækja í aðstoð ykkar í takt við það? Já, við finnum bara fyrir mikilli aukningu hjá karlmennum. Þeir eru miklu opnari fyrir að koma og leita í einstaklingsviðtöl, fjölskylduviðtöl, námskeið og hópa. Mjög gaman að sjá meira karlmennunum. Þeir eru alveg að afsanna fyrir okkur allar mýtur að karlmenn geti ekki tjáð sig og karlmenn geti ekki grátið og allt það. Þeir koma bara og eru ekkit síður í því heldur en konunnar. Við fórum til dæmis á stað með námskeið fyrir karlmenn og gáum þeim færri tíma heldur en konum. Konunnar fá yfirleitt 10 tíma svona þetta námskeið en þeir fengu bara 6 að við heldum þeir myndi tala svo miklu minna en þeir eru búin að fá 10. Og vildu meira. Þema ársins 2019 í Mottumars karlaklefinn. Flestir hafa séð kraftmikla sjónvarpsauglýsingu þar sem þjóðþekktir karlar syngja saman í klefanum. En hjartað í herferðinni ný upplýsingaveita á netinu karlaklefinn.is. Það er svo margir menn sem eru tilbúin að deila reynslusögunni sinni og þarna eru mjög auðsækjanlegar upplýsingar. Þú getur fundið þarna upplýsingar einkenni, þú getur fundið upplýsingar hvert þú getur leitað, hvað er í boði hjá félögunum. Bara nánast allt frá kynlífi upp í, yfir í andlát Þú getur fundið allar upplýsingar inn í karlaklefanum Þannig að þeir getur þannig séð sótt sér aðstoð þangað án þess að tala við nokkurn annan? Já, í rauninni, allavega að byrja þar, komast að hvort þeir þurfi meira eða hvort þetta nægi upplýsingarnar á netinu. Hvernig er það svo að vinna hjá Krabbameinsfélagi? Það er dásamlegt. Margir halda að maður sé kannski alltaf bara með tárin í augunum. Auðvitað koma dagar sem eru erfiðari og þá erum við bara duglegar að klappa hver annar á bakið og spjalla saman. En oftast nær er þetta bara mjög skemmtilegt. Engin 2 dagar eins. Maður getur bara nánast bókað það að þú veist ekkert hvað gerist í þessari viku. Við kynnumst rosalega mikið af góðu fólki. Og hópanir okkar, þeir halda okkur mikið gangandi, það er svo margt sem að gerist þar, mikið hlegið og bara mjög skemmtilegt. Fólki sem er að koma hérna er yndislegt og það er knúsar okkur alveg í bak og fyrir og það er bara alveg yndisleg. Við fáum gjafir, við fengum blóm. Fengum blóm frá strákunum daginn. Það eru sérst alveg eins kallmennirnir sem að vilja knús. Já, og sumir bara meira en konurnar. Já, heldur betur. Við fáum alveg bara alltaf knús. Það er bara svolítið. Þetta er nánast að verða óskrifuð regla. Samt ekki að mig allir koma og þarf ekki að gefa knús. En þeir eru mjög duglegir að gefa okkur knús. Og bara ef maður fengir svona knúskvóta yfir vikuna og klárlega fellur við hann. Það er bara, mikil ást og hlýja hérna. Það er bara þannig. Fyrir einhvern sem myndi vilja sækja aðstoð til ykkar, hvernig er best að nálgast Krabbameinsfélagið Akureyri og nágrennis? Það er best að byrja, mörgum hendar það ágætlega að byrja á netinu, kíkja á Facebook, kíkja á heimasíðu okkar kaan.is og forvitnast aðeins starfsmennina eða bara hringja og panta tíma. Það er betra að koma og láta vita fyrst svo við getum örugglega tekið vel á móti öllum, en það má líka bara droppa við eftir hádegi milli 1 og 4. Tölvupósturinn, hann er líka, við erum með Regína Óla @krabb og Katrín @krabb, svo það er alltaf hægt að senda okkur tölvupóst. Svo er líka bara mjög mikið það að fólk stoppar á grút og götu og bara, ertu ekki hjá Krabbameinsfélaginu? Og bara okkur vantar smá hjálp og við beina þeim áfram.
og fólk að koma miklu meira núna með börnin sín líka. Það eitthvað sem frekar nýtt. Regína klínísku sálfræðingur, þannig hún ímsu vön og með mikla reynslu á bakinu, þannig að hún tekur á móti börnum og hjálpar þeim sem eiga nákomin aðstandanda með krabbamein. Já, því þetta snýst náttúrulega ekki alltaf bara sjúklingin. Nei, þetta snýst ekki síður aðstandendur. Stundum hefur maður á tilfinningunni að þetta sé erfiðara fyrir aðstandendur heldur en sjúklingin sjálfan. Og börnin mega alls ekki gleymast. Og það hvílir mjög mikið á foreldrum að styðja börnin sín. Sumir foreldrar, kannski flestir, hafa meiri áhyggjur af börnunum heldur en sjálfum sér. Og vilja gjarnan fá ráðleggingar, hvernig á að tala við börnin og hvernig að styðja við þau. Allur fyrirgangurinn sem tengist Mottumars að hluta til ætlaður til þess að hvetja karlmenn til þess að fræða sig einkenni krabbameina og fylgjast vel með sinni eigin líðan. En hvað ætti karlmaður sem telur sig hafa einkenni krabbameins að gera? Náttúrulega 1, 2 og 3 ef hann grunar sem krabbamein að hringja í læknirinn sinn og fara í opinn tíma og láta fylgja þessum einkennum eftir sem hann með. Það alltaf hægt að hringja okkur og segja ég með einkenni, hljómar þetta eins og eitthvað sem ég þarf að láta skoða nánar. Þannig að mörg einkennin eiga við margt annað. En bara alltaf, alla daginn, fara og fá lækni til að skoða þetta með sér ef það einhverja áhyggjur sem vakna. Það má sem sagt alveg hafa samband við ykkur í rauninni áður en að maður komið með einhvers konar greiningu. Já, og það bara mjög oft sem það gert. Bæði konur og karlar hringi okkur og við náttúrulega þekkjum einkennin og vitum hverju fólk á að leita eftir, þannig að það alltaf hægt að hringi okkur og spyrja. Við erum í karlaklefanum, húrra, húrra, kröftum við lyftum hnefanum, húrra, húrra. Við sprettum á fætur og berjum brjóst, brettum við berma því það ljóst að við marserum, því baráttan byrjar hér. Við sitjum á sokkalistunum, húrra, húrra, sumir að þykkt á listunum, húrra, húrra. Tíminn dýrmætur, trúðu mér, svo tjekkaðu kjakkur á sjálfu þér, já við marserum, því baráttan byrjar hér. Tíminn dýrmætur, trúðu mér, svo tjekkaðu kjakkur á sjálfum þér, já við marserum, því baráttan byrjar hér. Marserum af stað. Kauftu sokkapar og styrktu baráttuna gegn krabbameinum hjá körlum. Krabbameinsfélagið.